Komið sæl og blessuð elskurnar mínar. Verið velkomin í þriðja þátt einingarinnar. Í dag ætlum við að fjalla hugtakið spiritual bypass og við ætlum svona, að reyna að taka þetta vel fyrir. Við sitjum hérna saman, ég Hrafnkatla. Já, ég heiti Jón. Og við ætlum að vera hérna með ykkur. Já. Við höfum svo sannarlega upplifað margt tengt þessu og svona höfum, í rauninni frá töluvert miklu að segja og jafnvel það miklu að það kannski rúmast ekki einu svona þætti en við ætlum allavega að byrja að koma með eitthvað. Hvað segirðu, Jón? Ég bara þú veist. Já. Að gott, slæmt, það ekki til. Ég bara með hugan handan góðs og ills. Já. Og ég ekkert í þessu að segja gott, segja vont. Ég bara hættur því. En hvernig svona líður þér? Hvernig líður þér núna? Svona bara eins og mér á að líða, bara hvorki vel ég illa. Það þegar hugurinn handan góðs og ills og þegar maður fær þessa tilfinningu svona að vera hluti af almættinu, hluti af öllu, að þá ekkert svona gott eða slæmt, þá líður manni hvorki vel né illa, þá bara líður manni og það svo mikil kyrrð. Já, ok. En hvernig þá svona að vera komin í jarðlífið og vera svona samt að þessum svona, meðvundarstigi, við getum kallað það, í kyrrðinni. Þú veist, ég bara svona velti fyrir mig hvort þú hafa ekki komið hingað til að upplifa, til að finna allar þessar tilfinningar og allt. Þú veist, hvort þú sért hvort þú sért jafnvel ekki að taka í rauninni verkefnin sem að þú valdir þér. En þú hefur eitthvað íhugað það og sért að ýta þessu frá þér. Já, það svo erfitt að taka þessi verkefni, þannig að það miklu betra að vera bara svona með hugan á hærri tíðni, Það svona þessi jarðneska tíðni, hún svona lág tíðni, Það svo gott að vera á svona hárri tíðni og svona svífa upp og finna ekkert, þú veist, sleppa við þjáninguna og sleppa við svona þetta bras og þetta bull sem að fylgir jarðlífinu. Já, en ég fer svona að veltaði fyrir mig hvernig þá svona venjuleg dagur lítur út hjá þér. Af því þú hlýtur nú að lenda í ýmsu, eins og bara við öll. Það kemur eitthvað upp á misalvarlegt. Segjum að þú veist, það kæmi að morgun þá bara kæmi eitthvað svona mjög alvarlegt upp á, eitthvað svona drastískt, tengt, þú veist, þeim sem að standa þessi næst. Eða það hefur kannski gert eitthvað og getur svona að tala, hvernig var það? Þú hlýtur að hafa fundið til. Fundið, þú veist, sársauka. Jú, ég fann svo mikið til, og ég bara hættur í, mér finnst best að, og ég ætlaði nú ekkert að nenna að taka upp hennar þátt, því að síðustu daga finnst mér svo gott að vera bara heima og finna ekkert. Já, ok. En elsku hlustendur, nú ætlum við að upplýsa ykkur það við Hrafnkatla að þetta var svona þetta var svona sviðsett grín. Ég ekkert komið svona hátt. Ég bara venjulegur maður sem oft hundbirraður og hundfúll
og núna líður mér rosalega vel. Og svo ég segi ykkur sannleikara, þá erum við Hrafnkatla búin að vera mjög spennt að geta tekið upp næsta þátt og ég vil upplifa allar tilfinningar og ég vil ekki forðast neitt. Já, fyrir ekki, kláraði, ég ætla svo að segja, já, kláraði. Nei, svo ég sé nú ekki alltaf að taka yfir alla þætti. Það nú bara löngu. Já, ég veit að ég þorði ekki því að þá var ég bara allur teipaður hérna bara hausinn. Límbandi, ég með það. Ég veit það. Það er nefnilega sko, þú veist, alltaf áður en að við tökum upp, eða það var ekki oft komið fyrir, en þegar við fórum þessu upptöku þá sagði hún áður en að hún ítti á rekord af því að hún er tæknistjóri sko. Sérðu límbandið? Og það er hérna sko. Það er hérna, já. En ég ætla að segja, ég var að hugsa þegar við vorum í þessum skrifaleik hérna rétt aðan. Já. Ég var að hugsa hvað er fegin að þú værir ekki svona alla jafna. Úff. Ég var bara svona, vá hvað ég fegin að hann er ekki svona alla jafna bara. Þetta var eitthvað svo, þetta var allt svo fast. Já. Þú varst bara, það var allt eitthvað svo, já. Já, ég var alveg hérna, ég var hættur að þola sjálfum mig þannig ég ákvað bara að fara úr gerðinni. Það gerst ekki lengur. Nei, þetta er svona, hérna, sko, við erum á jörðina sjálfsögðu til þess að taka þátt í þeim, taka þátt í handritinu sem að við skrifum áður við komum til jarðar. Já, akkurat. Já, ég hérna, ég get nú alveg komið smá játningu. Já. Að ég nú ekki alls saklaus í þessum efnum. Aldeilis ekki. Með það sem að getur kallað spiritual bypass, sko, en já, ég var sko með svona að fyrri stigum í hérna á þessu ferðalagi, síðan ég opnaðist alveg fyrst, að þá var ég alltaf, ég var hérna rosalega týnd að því leyti að ég hélt alltaf að ég ætti að forðast jarðlífið. Af því að ég ætti að vera svo andleg eða vildi vera svo andleg og ég áttaði mig engan veginn á því sko að þetta venjulega, hvað ég segja, þessi venjulega daglega líf er andlegt líf. Já. Þú veist, það tók mig langa tíma að ná þess og það var mikið breakthrough. En ég átti bara virkilega, já, erfitt með svona þetta daglegt líf, þetta jarðneska líf og var alltaf að reyna, já, forðast það. Og ég lá til dæmis í bókum, las bækur þessu andleg mál, allt sem ég komst í og það var jú líka hluta til að ég hafði mjög gaman að því, vildi fræðast. En það var ekki síður af því það var svona, þetta var flótti. Já. Það var algjör flótti. Já. Þetta er bara, þannig að já, þetta var svo sannarlega svona, þetta er svona fyrsta sem að ég get lýst svona, já, sem að ég á svona reynslu spiritual bypass, svona mjög sterkt, sko. Þannig að, já. Sko, ég held að við sem að erum andleg og höfum lesið andlegfræði, ég hef nú gert eins og þú þarna það, ég hef nú búin að spæna upp heilur ritsöfnin af andlegum bókum og dulspeki og allt þetta. Sko, það er svolítið ríkjandi í þeim að jarðlífið sé þjáning og að við þurfum að komast í gegnum þessa þjáningu til þess að öðlast samruna með almættinu nirvana samadhi er það kallað á hérna, er ekki jógafræðunum, já. Sko, jarðlífið er ekki þjáning. Það er bara, sem sagt, jarðlífið er alltaf eins og við upplifum það. Ef við veljum að upplifa það sem þjáningu sem við viljum sleppa við, þá verður það þjáning. En ef við horfum á þetta vegna þess að það er hægt að horfa á þetta svona í víðara samhengi, sko,
við komum hingað til jarðar eins og Hallkatla benti svo réttilega á og ég tók að mér að leika fíflið því að ég svo fíflalegur. Sko, það svo auðvelt að fara í þennan gír, þar sem að Hallkatla lýsir, ég þekki þetta líka, að finnast leiðilegt að vera á jörðinni, finnast leiðilegt að taka þátt í daglegu lífi og þetta og finnast leiðilegt að þurfa að vinna og þurfa að klára ýmis verkefni og svona og það má segja sko eins og ég skilgreini spiritual bypass að þá það svolítið þannig að við séum að forðast að takast á við þau verkefni sem að við lögðum fyrir okkur og ég nú búinn að rölta ansi oft á jörðinni sko og það svo mörg spiritual bypass sem að ég búinn að taka að ég bara hættur þessu. Bara ég nenni þess ekki lengur vegna þess að ég veit að ef ég tek spiritual bypass núna að þá klára ég þetta bara í næsta lífi. Þú varst að tala akkurat núna, þetta mér í hug svona samlíking eða myndlíking, sko, þetta bara eins og ég myndi skrá mig í háskólanámið. Já, einmitt, já. Eins og þegar ég fór í hjúkrunina. Það eins og ég hefði skráð mig í námið og myndi svo bara aldrei mæta. Já. Eða mæta nánast ekki neitt. Einmitt, já. Þetta svona bara, þú veist, við getum alveg sett upp þessa samlíkingu. Þetta alveg nákvæmlega. Við erum hérna í skóla. Já. Og það nefnilega svolítið hugsun hjá okkur sko að vilja sleppa þannig að við náttúrulega til þess að fara með þessa flottu samlíkingu aðeins lengra, skráður í hjúkrun og mætir aldrei og svo þegar þinn afgangur fer að taka á móti útskriftarskipturunum að þá mætir þú og verður svo bara alveg rasandi hiss og jafnvel pirruð út í rektorinn fyrir að afhenda þér ekki réttindi, starfsréttindin. Af því að þú skráðir þig og þetta. Málið að við verðum að, sko, og það sem að ég hef fengið frá mínu ljósi og ég veit að Hallkatla hefur ekki náttúrulega sama að við verðum alltaf að taka hverja einustu tröppu. Það má ekki hlaupa yfir eina tröppu. Við verðum að takast á við alla þjáningarnar og allt það sem að við verðum fyrir til þess að ná að öðlast þann þroska sem að við ætlum okkur að öðlast. Já. Ég verð að koma með smá input inn í sko spiritual bypassi þegar við erum að, eins og ég var að lýsa hjá mér áðan sko að ég vildi ekki vera í jarðlífinu. Já. Að mín upplifun var einmitt svo að þegar ég fór að tengjast sterkar við ljósið og eininguna og inn í eininguna og fór svona að kíkja inn fyrir gáttina, svona ansi vel. Að þá það náttúrulega yndisleg tilfinning. Já. Og þessi kyrrð og þessi friður. Og þegar maður búinn að kíkja aðeins inn fyrir, sko, við getum orðað það þannig, að þá var svo erfitt fyrir mig, sko, eftir þetta, að vera búinn að aðeins fara inn í þessa meðvitund sem lýsa, að vera í jarðlífinu. Já. Og það kannski svona, þú veist, kannski svona smá bara til þeirra sem eru að opnast. Að þú veist, það eru örugglega margir sem kannast einmitt við þetta. Já. Þannig þegar ég var búin að upplifa þetta, þá var svo erfitt fyrir mig að vera einmitt í jarðneska lífinu, miklu meira en fyrir það. Já. Þannig að þú veist, þetta svona eins og maður upplifið þetta og rosalega góð líðan, eða þú veist, þessi kyrrð og eining, en maður á jörðinni, þú veist, ég hérna og var hérna, skilur að þá var, þú veist, að finna þennan balans, að geta verið í rauninni í báðu. Já. Það ekkert auðvelt. Nei, það mjög auðvelt. Þú veist, og ég bara á einmitt reynslu á því að vera, bara gera dálítið mikið í því bara til að vera þarna. Og jafnvel bara, þú veist, að þar alveg lett sitja hakanum eitthvað verkefni eða eitthvað sem ég þurfti að sinna í veraldlegu lífinu, sko. Já. Og bara, já. Ég tengi svo vel við þetta og ég viss að við erum ekki þau einu sem að hafa þessar reynslu. Þetta svo lúmskt. Sko, ég eins og ég hef sagt, sem sagt, í þessum þáttum áður byrjar á að tengjast Guði eða móðurinn eins og ég kalla hana og svo í framhaldinu kom Jesú og Sankt Germain og þetta var svona þríeykið mitt, svona þrenningi mín.
og þegar að þau voru öll komin svona eða þegar ég var komin í tengingu við þau öll, þá fannst mér þetta svo rosalega gott, þú veist. Ég já, öllu gríni fylgir nú ykkur alvara, það sem ég sagði áðan, að þetta var svona í bara einhver tíma þegar ég var í landi að ég bara satt heima og mér leið svo vel, þú veist, það nefnilega sko að spjalla við svona ljósverur sko, það alveg rosalega notalegt og það ekkert verið að fasa í menn eða svoleiðis og þetta bara af því að maður svo umvafinn mikilli ást. Og það líka með þau sem að nú svolítið lýsandi, þau ekkert að skipta sér af mér. Þau létu mig alveg afskiptalaus og ég man hafkalla að það var í einu símtali, kannski manst eftir ég, þá var ég að segja þér frá þessu hvað þetta væri rosalega gott og ég hefði bara enga þörf fyrir mannleg samskipti. Já, og þá sagðir þú já, og langar þá ekki til að spjalla við mig? Já, manst eftir þetta? Já. Og þá okkur þau fóru að hugsa, jú, auðvitað. Já. Ég hef þörf fyrir samskipti við þig, ég hef þörf fyrir samskipti við konuna mína, börnin mín, barnabörnin mín. Þarna bara í þessu símtali án þess að segja nokkuð, þá upplýstur mig að ég var á spiritual bypass. Og ef ég hefði haldið áfram og þú ekki hleypt í mig, þá ekkert ósennilegt að ég væri bara ennþá af því að, þú veist, ólíkt því sem að margir halda að ég að tala þá sem að þessar verur sem að allir upplifa sem svo rosalega háar en ég geri það, við gerum það ekki því að sko þau vilja ekki vera yfir okkur hafin. Sko ég var haldið þeirri ranghugmynd að þau myndu nú hnippa í ef að ég væri á einhverju vitlausu leið eða eitthvað svoleiðis. En ljósið gerir það ekki. Ljósið bara leyfir okkur að vera það sem við viljum vera. Þannig að þau hefðu alveg bara verið með mér og stytt mér stundirnar bara dögum og vikum saman og aldrei hnippt í mig. Já, að því reglurnar í jarðlífinu þetta að leyfa okkur alltaf að hafa frjálsa vilja. Einmitt. En ef að þú til dæmis hefðir spurt eftir leiðsögn, þá var það að svara. Ég veit það. En þau hnippa ekki, eins og þú segir, í því bara svona sjálfkrafa. Nei, vitið það að mér var þetta svo gaman að sitja og ég var bara orðið þannig, ég var bara farin að segja, þú veist, já, þetta var nú hundleiður og helvítis túrmaður og svo mikill veltingur og bara djöfusins bras og allt þetta og ég mætti svo miklu skilningi, þau voru kannski ekki að tala alltaf með orðum, en það var svona eins og ég var í faðm að bara, elsku kallinn, já, þetta mikið áttu nú erfitt og ég gat farið í fórnarhlutverkið og stundum þannig að, þú veist, að allir voru vondið við mann og, þú veist, þá var ég að senda þau skilaboð að ég þyrfti vorkunn af því ég var í fórnarhlutverkið. Á bara alveg bara, þú veist, fann ég að ég var umfaðmaður að elsku kallinn og svona, já, og rosalega áttu erfitt, já, það, þú veist, þau samþykkja allt sem við segjum. Það þeirra hlutverk. Ljósið í okkar þjónustu. Þannig að það alveg á hreinu að það þurfti Hrafnkatlu til að kippa mér þarna niður á jörðina ekki í fyrsta skipti og örugglega ekki það síðast. Nei. Og þetta svo ég með það klára, við ákváðum að taka þetta fyrir því að þetta sá spiritual bypass sem að svona, ég held að fæstir séu meðvitaður allavega var það mikil hugljómun fyrir okkur. Já, þetta var það. Já. Þetta var það sko. Já. Það já, þetta svona eins og það, já, það oft talað já. Það svona, á þess að vera einhverju fórnarlambsskýrt talandi það, þá já, dálítið flókið og heilmikið mál að koma í jarðlífið. Já.
Það verður að viðurkennast. Það hérna, já. En svo sko, að því að sko, já, spiritual bypass, sko við vorum nú að reyna að þýða þetta yfir íslensku. Já. Og það gekk nú ekki vel, eins og ofta að þýða enskuna yfir á íslensku, því það var alveg sama hvaða dæmi við tók, það var ekkert nóg lýsandi. Andlegt framhjáhlaup, andleg hjáleið. Þetta svo sannarlega hjáleið. Já, já. Þú veist, það verið að fara út af aðalleiðinni, raunni fram hjá ákveðni kafla, sleppa, og svo ferðu inn aftur fram, eða þú fer fram fyrir. Þú sleppir ákveðni hluta. Já. Það þú bypassar. Og okkur langar svo að tala sko, þegar við vorum svona að fara aðeins í flæði fyrir þáttinn, svona hvað myndi nú taka fyrir og tala að þá, sko þetta sem að við höfum svona aðeins líka komið inn á þetta fyrir þáttum að þetta við erum alltaf að forðast allt. Já. Og hver hefur ekki heyrt þetta sko með að, þú veist, forðast að fara í Kringluna? Já, það bara svo hættulegt að margra mati. Það erfið orka, neikvæð orka. Já. Og það ýmsir staðir. Og líka bara það, hver hefur ekki einmitt upplifa það einmitt að vera, já, eða heyrt fólk tala að það að forðast ákveðna manneskju því það kemur erfið orka með henni, neikvæð orka. Þetta, ég menn, hvað þetta annað en svona bypass? Já. Já. Af því af hverju ættu að forðast einhverju manneskju? Við ættum náttúrulega aldrei að forðast neitt, en ef við gerum það og það nota bene ekki Guð eða neinir örlagavaldar sem að orsaka þetta, það við sjálf sem að veljum þetta. Og það sem að ég fékk frá ljósinu eða frá mínum leiðbeinendum í einu flæði og reyndar í mörg skipti og ég man að við ræddum þetta Hallkatla, ég bara undir þig, mér finnst þótt voðalega gott að fá svona þegar ég að fá eitthvað til mig sem ég skil ekki alveg, þá finnst mér gott að hringja í Hallkatlu að tala við hana og fá hana til að skoða þetta með mér. Sko, þeir sem að við hittum okkar sálna fjölskylda. Sko, það eru 7 milljarðir mannvera á jörðinni og ég þekki ekki nema brot af þeim, þannig að það sem að ég hef bara fengið staðfest margoft að hver einasti einstaklingur sem ég hitti í þessu jarðlífi sálnafjölskylda mín og hans hlutverk að þroska mig, hjálpa mér, kenna mér. Og ef ég að forðast einhvern kennara, að þá verður kennari bara grimmari í næsta lífi eða í þessu lífi af því að við lendum alltaf í þessu að við ætlum að taka bypass, ég getum komið með alveg einanga fyrirlesturinn þegar nennið ekki að hlusta á það var eina þátt í þessum enginn ennur að hlusta á mig væla út af mínu bypassum. En málið að ég svo oft búin að reka mig á þetta að ég hef forðast ákveðið í lífinu það kemur alltaf aftur. Þannig að það ekki hægt að forðast neitt. Við getum lært honum soft way eða hard way og ég hef þurft að læra honum hard way og það svo sem allt í lagi og við höfum bæði þurft að gera það og af því að við erum svona þungurlausar og það bara þannig. Kannski ykkur af ykkur það vel gefin að þið þurfið ekki alltaf að reka ykkur á þessar, já, á afleiðingarnar. Já, akkurat. Og það líka þetta sko, svona, já, mér langar að tala að þegar við erum sko, einhverjum ástæðum sko, kannski að já, upplifa einhverja vanlíðan.
og við svona bara í langan tíma til dæmis sko, þú veist, neitum að leita okkur aðstoðar. Þú veist, neitum að leita til annarar. Þú veist, af því við ætlum að gera þetta sjálf. Og erum bara, þú veist, við einhvern veginn bara liggjum í þessu og já, ætlum sko ekki að leita til annara. Þú veist, það er þessi eilífa forðun, þú veist. Já. Svo forðast einhvern veginn allt sem er fyrir utan okkur sjálf. Já. Þetta er svo rétt, ég tengi mikið við þetta. Ég er náttúrulega, ég er alinn upp í mikla hörku á sjónum og bara í gegnum tíðina og alinn upp í það að allir eigi að standa á eigin fótum og vera duglegir og ekkert að vera að láta aðra hjálpa sér eða eitthvað svoleiðis. Svona, svo ég vísi aðeins í fyrri þætti, þetta er nú reyndar þriðji þátturinn, en egóið, sko, með því að vilja gera allt sjálfur og ekki þiggja neitt af öðrum, að þá er ég að slá tvær flugur í einu höggi. Þá er ég að rækta ríkjandi egó og taka spiritual bypass. Þannig að það er mikið afrek í svona, já, mikið afrek í að gera það sem er ekki gott fyrir mig. Af því okkur er ekki ætlað að vera einn, við ætlum ekki að vera einn, þess vegna erum við að, sem sagt, ákváðum við að hafa þessa sálnafjölskyldu í kringum okkur sem eru allir þeir sem að við hittum. Já. En það er líka svolítið svona, já, þetta sem að, sko, já, svolítið svona, já, vísa í hérna djókið þitt hérna í upphafi, sko. Að þú veist, hvað segja, bara leyfa sér ekki að, já, finna til, leyfa sér ekki að finna sársaukann. Þú veist, einhvern veginn að því að á þeim forsendum að já, ég valdi þetta verkefni sjálf eða eitthvað svona, þú veist, sem er náttúrulega ekkert vitlaust, þú valdir það sjálf eða sjálfur, en bara valdi þetta og ég bara, þú veist, ég ætla ekki að leyfa mér að finna til, ekki að finna þetta. Já. Þetta er svona, já, þetta er ýmsir svona pittir, hérna. Já. Sko þetta fórnarlambs hlutverk sem að allir þekkja og ég ætla bara alveg að játa þetta í beinni útsendingu að ég detta oft í fórnarlambs hlutverk og það er allt í lagi af því að ég er bara ekki þroskaður en þetta og það er þetta sem að er svo mikilvægt sem að alheimsmóðurinn Guð kenndi mér. Það er að lifa meðvitað. Þú veist, ég veit að ég er fórnarlamb núna. Já. Ekki núna kannski, eða þú veist, þegar ég er það. Já, þú ert það. Ég veit, já. Og þá leyfi ég mér að vera það, en ég festist ekki í því, ég leyfi því svona klárast. Já, aðeins að upplifa. Já. Einmitt. En það er, þú veist, það er dálítið snúið þarna einmitt. Hvenær, hvar eru mörkin? Að leyfa þessu að flæða og leyfa sér að klára það og svo mörkið þú ert búin að vera að flæða svo lengi í svo að þú ert komin einmitt alveg bara bólakaf í fórnarlambs hlutverkið. Þessi mörk er ekkert alltaf mjög skýr. Nei, þú veist, þetta er svolítið flókið, sko. Já, það getur alveg verið það, sko. Af því við viljum leyfa okkur að finna, já, tökum þetta aðeins. Þetta er nefnilega svolítið mikilvægt. Já. Við viljum finna, leyfa því að flæða. Já. En hvenær svo hættum við og stígum upp, eða getum við ekki sagt, sko,
hver sá punktur, sko. Já, sko, það sem að við töluðum áðan, sem að rosalega mikilvægt á svona þroskaleið, það á enginn að ganga hana einn. Það að finna einhvern sem að maður treystir og getur talað opinskátt við. Og þá sem sagt, sko, þegar ég upplifði fórnarlandshlutverkið, þá talið við Hrafnkatlu og þá það bara horfið bara á nóinu, þú veist. Já. Eftir þá að koma inn á svo speglun sem hún fær. Akkúrat, það það sem ég fær frá þér og konunum minni og börnum og þetta. Sko, ef maður einn og ætlar að vera einn í þessu. Vill ekki leita sér hjálpar. Já, og bara ekki, þú veist, vill ekki leita sér hjálpar alveg rétt, þú veist. Ef ég ætla að bera einn þessar tilfinningar við í sjálfsvorkunninni, að þá hef ég svo þröngt sjónarhorn að þá dett ég bara alveg niður. En af því að ég hef gott öryggisnet, að þá tjáum mig, þú veist að mikið rosalega á ég bátt núna, þetta svo erfitt og þetta svo leiðilegt og þá fæ ég bara að tala og hvort sem þú eða einhver annar, þú veist, þú ert ekkert að segja við mig, Jón, bara hættu svo bara, dýfðu upp og svona, nei. Það virkar ekki. Nei, ég veit það virkar ekki. Nei, þá verður að stoppa mig. Já, einmitt. Það bara að leyfa flæð og allt að ég taka svolítið undir eins og þú vorkennir mér úr stundum. Og þú mér. Já, ég veit það, já. En samt vorkennir mér aldrei hvort það eru raunverulega, þú veist. Ekki raunverulega. Já, en þetta svona áfsvegileikar, sko. Ekki svona. Nei, einmitt. svo ég kom mér að kjarnanum að þá verða það á enginn að ganga svona þroska vegferðir, það bara alveg á hreinu, það sá mesti spiritual bypass sem að hægt að hugsa sig. Ég gerði þetta áratugum sama og var einn í mínum pælingum og allt þetta og hafði engan til að spjalla við og svona, vitið það. Maður verður bara klikkaður, þú veist, þá finnst manni maður svo einn og allir bara svo enginn skilja mann og allt þetta. Þannig að ég held að mörkin komi ósjálfrátt, sko, þegar maður opnar fyrir þetta, þú veist, að þá sér maður strax að því að maður heyrir sjálfa sig tala og bara, nei, þetta ekki neitt, þú veist, af því að maður búinn að losa. Já, akkurat. Já, þessi speglun gríðarlega mikilvæg. Alveg nauðsynleg. Alveg bara, þú veist. Já. Þetta alveg, og þetta svo rosalega öflugt fyrir okkur. Það það. Við höfum nú góðar aðstæður. Þú veist, talandi þarna hraðbrautina, sko, þess að við nefndum hann í fyrsta inn í eininguna, sko. Einmitt, já. Svona, já, hvernig maður hættir að forðast, tekur við öllu sem að kemur. Já. Hlustar einmitt á speglunina, þú veist, ef ég væri alveg rosalega uppfull af stolti, eins og ég var einu sinni, þú veist, þá myndi ég eflaust ekki hlusta á því að taka við þessari spegling. Nei, ekki ég heldur. Nei, og þú veist, það verður að missa svo miklu. Þú veist. Það svo, þú veist, þú sér mig eða ég sé þig svona aðeins utanfrá. Það oft svona, það svo allt öðru svo nauðsynlegt sjónarhorn samanborið við okkar eigin. Já, það það. Já. Þú veist, því við erum einhvern veginn, hvað segum við erum svo við vorum að tala eitthvað í gær þar sem að, hugtakið já, við erum bara svona einhvern veginn svona samdauna svolítið okkur. Já, þú veist, maður verður það. Það nefnilega málið. Í fórnarlandskirkjunni, sko. Já. Úff. Og þið sáu bara fyrir ykkur, þú veist, eins og við tókum hana, það var gerfi manneska í fyrsta þætti Gummi og eitthvað ég veit ekki bara, þú veist, sjáum bara fyrir okkur þessa einstaklingu eða sál sem að þarna með þessa miklu vanlegan og svo, þú veist, einmitt af því að það kemur engin speglun og aðri vinklar, að þá erum bara pikkföst í fórnarlandshlutverkinu, kannski marga áratugi. Þú veist, þegar maður sér þetta svona lýsir þetta svo mikið sóun. Já, það það. Þú veist, hugsaði allt sem hún geti verið búin að upplifa, sko, já,
fyrir sig já, og aðra. Já. Það má nú... Þetta svona, þú veist. Já, áratugi segiru. Ég dettur nú í hug, góð frænka mín ömmu systir, blessuð minning hennar, að hún sagði það gjarna að karlmenn færi ekki að þroskast almennilega fyrr en eftir 40, en ég var 55 ára þegar ég fór svona að taka alvöru þroskastökk. Já, og þá fórstu á hraðbrautina, myndi ég segja. Já, ég fór á hraðbrautina. Það er svona það mitt mat. Ef Guð minn almáttugur, ég var bara tekinn á hraðbrautina, það er efni í annan þátt, sko. Það er nefnilega, sko, þá skildi ég ekki hvað fólk var að tala þegar það var að tala miskunnsaman Guð, en svo skildi ég að því ég var búinn að klára hraðbrautina. Þetta var dásamlegt. Sko, málið er að ef að maður stoltið sem að þú talar ég þekki það mjög vel, þú veist, þá er, sko, vegna þess að þættirnir okkar hafa allir þetta þema aðskilnaður, fyrirgefðu einingin, og andstæðan við einingun er aðskilnaður. Egóið, stoltið, spiritual bypass, það skapar allt saman aðskilnað. Þá erum við að skilja okkur frá öðrum. Það er nefnilega svo rosalega gott að vera, sko, ég bara, ef að Guð myndi koma til mig núna og spyrja mig hvort ég væri til í að vera aðstoð vitrasta mannveruna, ég myndi segja bara nei takk, það er svo einmannalegt. Þú getur bara reddað þessu sjálfhellingu, af því að hún er, þú veist, Guð er svo eini sem að höndla þetta. Ég myndi ekki höndla að vera eitthvað bara aðskilinn frá öllum öðrum og allir bara, kyssa mér tagnar og enginn þorir að tala við mig og enginn þorir að stríða mér eða gera grín að mér, þú veist? Nei. Eitt með öllu. Og enga spiritual bypassa. Nei. Ég er bara svolítið ánægð með, sko, og ég er líka forvitin að vita hvort að fleiri upplifa sama. Mér finnst að aukast umræðan þetta. Já. Þetta spiritual bypass. Já. Mér finnst ég verið að sjá svona... Já, við höfum séð þetta mikið á erlendum síðan. Pistla, greinar hér og þar. Það sem eru að skrifa þetta. Já. Mjög ánægð með þetta, sko. En ég bara, þú veist, mér verð bara svo vísa í aftur svona fyrstu sterku upplifun mína af þessu, sko, því ég var svona með, þá var ég með svona kennara sem ég var að, ég hlusta alveg á hana, það var pínu erfitt svona, ég er með þarna á þessu tímapunkti og hún var alltaf að, þú veist, hún var bara eins og biluð plata og var að segja við mig, þú veist, daglega lífið þitt er the spiritual life, þú veist, andlega lífið, það er andlegt. Þú veist, ég var alltf bara með þetta aðskilið. Þú veist, þetta er svo, auðvitað þegar maður sér þetta svona í baksýnisspeglinum og á við margt annað, þá finnst manni svo margt fárlegt, skilur, og hallærislegt. Þegar maður horfir þetta núna í baksýnisspeglinum, þá er þetta eitthvað svo absúrt. Mér finnst það. Ég veit ekki af hverju ég nota það lýsingarorð, en bara, og þetta sko, þó ég hafi sagt svona lýsti að þú veist þegar maður kíkir svona fyrir gáttina upplifir einingar meðvitund þú veist að samt svona heilt yfir þetta tímabil þá leið mann ekki vel af því þetta var svona ójafnvægi þetta líður mann ekkert vel þú veist þegar maður er hérna en hefur ekki áhuga að sinna því sem er hér í alveginu sko þá getur mann bara ekki liðið vel Nei, alls það bara gefur auðleið. Já. Það þarf alltaf að vera jafnvægi. Já. Og raunverulega, sko, má segja að spiritual bypass er í svo mörgu, sko, vegna þess að það er svo mikilvægt að takast á við allt sem að kemur til okkur. Og ég getur bara, þó að þessu andlegir þættir að þá er til mikið af mjög góðum janneskum viskukornum. Og eitt er það bara á hreinni og tæri íslensku að það hefur enginn lofað því að lífið sé auðvelt. Og við vitum það öll að lífið er ekki auðvelt og það á ekki að vera auðvelt. Sko, ég horfa á þannig í dag
að ég forðast ekkert og ég forðast einhver manneskjur sem mér finnst krefjandi. Ég leyfi öllum að koma til mér sem vilja koma til mín og ég tekst á við öll þau verkefni sem að koma. Það svona jarðneska vinnan. Ég hugsaði þannig eins og ansi margir, ef ekki allir, ég held að allir hafi hugsað þannig meira eða minna, að gera sér lífið svona létt og skemmtilegt. Þú veist, safna í kringu sig skemmtilegu fólki sem að gerir ekkert annað heldur en dástaði mér og hrósa mér. Það rosa gott. Já, það rosalega gott, já. Sko, já, kannski var hættum að endurskoða þetta og breytast í Ragnar Reykjáls, mamma, sko, hérna. Já. Nei, vitið það, ég nenni því ekki því að þá verður næsta líf bara, oh my god. Já. Það verður skelfilegt. Það sko, ég lít allavega á þetta þannig að ég tek á móti öllu. Svo þetta með eins og alla jarðneska vinnu, þú veist. Ég til þess að vinna fyrir peningum eins og ég held að svona flestir vita sem hefur eitthvað fylgt með mér, þá út á sjó. Og það ekki voðalega skemmtilegt, sko. Það þrældómur og kolvitlaus veður og svo stundum gaman, þú veist, stundum góð veður og það sem eru kostunarmaðurinn og yfir með skemmtilegu mönnum svona borð. Ok. Það vinnan mín til þess að eignast peninga og geta séð fyrir fjölskyldunni. Svo vinnan mín til þess að geta þroskast, að það að taka á móti öllum sem að vilja koma til mín og ekki forðast erfiðar og krefjandi kringumstæður. En forðast, þú fer náttúrulega aldrei í kringluna. Ha? Þú sleppur kringlunni. Oh my god, ég bara þorði því ekki. Nei, ég var í kringlunni bara í dag. Já, með seits á þér. Ha? Þú varst með seits í vasanum. Mástu? Já, ég glemdi því. Fórstu ekki með það? Nei, þetta hefur verið alveg rosalegt. Herru, ég þarf að ná í seitsið og hreinsa þig. Já, það? Já, ég ætla að ná í það núna. Það kallaði lágt ekki svona. Við höfum, og við erum ekki að gera lítið úr einum eða neinum, eins og hefur komið fram að þá erum við bara að koma með okkar sjónarmið. Sko, þetta með kringluna, jú, það eru margir sem upplifa erfiða orku þar, en erfið orka ekkert sem að þarf að óttast. Sko, það að forðast ekki aðstæður sem að orsaka óttann. Ef við göngum alltaf inn í óttann, þá hættir þetta að vera erfitt. Þetta verður alltaf léttar og léttara. Þannig að sko, það svona ákveðin spiritual bypass að vilja ekki fara á erfiða staði og forðast þetta og forðast þetta og forðast þetta. Sko, við erum öll með einhverja spiritual bypassa, en það alltaf best að vera meðvitaður um að það ástæða fyrir því að ég fékk þetta erfiða verkefni, það ástæða fyrir því að ég þarf að fara í kringlu og það ástæða fyrir því að ég þarf að gera hitt og þetta og þá geri ég það. Og svo ég haldi aðeins áfram með líkingur í sambandi við sjóinn sem svona brauðvinna mín og svo þessi verkefni sem ég geri í landi. Sko, nú ég ekki á sjónum, nú ég bara í fríi nokkra vikur af því að skipið í slið. Og þegar að ég þarf ekki eða sko, þú veist, ég fæ líka hvíld frá svona krefjandi verkefnum að þá fæ ég að spjalla við Hrafnköllu og hún að spjalla við mig og nýta þess að vera með konunni minni, börnunum mínum, barnabörnum, þú veist. Þá skemmtilega fólkið, það hvíldin, það svona heilunin, það svona hleðslustöðvarnar mínar, þú veist, að þú ert eina mörgum hleðslustöðum hjá mér, þú veist, að bara ding, þú veist. Þetta svona mikilvægt. En ef maður alltaf að vera á hleðslustöðunum og forðast allt annað, vil ég alltaf bara vera þar sem gaman og allir eru góðir við mann og alltaf að hrósa manni og alltaf að peppa mann upp og elska mann svo mikið og finnst manni maður svo æðislegur, þú veist. Þá verður þetta bara einhært líf. Já. Og þá lærir maður ekki. Nei, það hægur þroski. Mjög hægur þroski. Já. Og ekkert sérstaklega góður. Nei. Allavega ekki fyrir mig. Nei, ekki fyrir mig. Nei. Ég búið að fara svo marga spiritual bypassa að ég bara þolið ekki lengur að, þú veist, og ég bara orðin einhvern veginn þannig að ef ég mæti einhverjum erfiðleikum að þá bara já, drífa þetta helvítið. Þetta bara eins og á sjónu, þú veist,
það þarf að gera eitthvað hundleiðilegt og erfitt og þá bara þvífa þetta heim. Já, einmitt. Ég hef mitt, sko, af einhverjum ástæðum, þegar svona, þetta kemur upp í hugann, svona, ég hef oft svona spáð í þessu, þá hef ég alla tíð sótt í hreinskilið fólk. Já. Og mér svona, ég get ekki sagt kannski leiðist, en ég sæki minna í svona, já, fólk sem ekki hreinskilið. Og er kannski meira svona synda yfirborðinu. Og á þess að sé vera að tala illum neitt, þá er þetta bara staðreyndir. Við erum svona misjöfn þarna. En það er hreinskilinn, þú veist, það er þessu speglar. Já. Ég er eiginlega bara nákvæmlega eins og þú hérna, ég hef alltaf sótt í hreinskilið fólk. Já. Mér finnst líka, sko, þú veist, það eru líka svona, en maður getur sagt, sko, miklu fjörugri samskipti. Maður getur sagt fjörugri. Já, líflegri. Já, mér finnst það. Þetta er svona, það verða svona mjög lífleg samskipti. Já, Og auðvitað, þú veist, þau eru krefjandi, það er gott. En það er það sem gerir þau lífleg. Já. Það er krefjandi, já. Það er ekki alltaf voðalega gaman að fá að heyra það neikvæða eins og það er alltaf miklu meira gaman að heyra hrósið, en það má ekki forðast það. Þú veist, ég segi það bara að ég tala bara við sjálfa mig í boðhætti til að minna mig á að sko, það má ekki forðast erfiðleikana vegna þess að þau koma alltaf í baki á manni, þú veist. Það er svo auðvelt að hérna, eins og ég sagði í fyrsta þætti, ég ætlum ekki að endurtaka mig mikið, en ef maður hittir erfiða mannesku, eða ef ég hitti erfiða mannesku í dag, þá finn ég leið til að elska hana. Það er oft ofboðslega erfitt, en það gerir ekki til. Ég forðast hann ekki, þú veist, og ég bara leyfi henni að koma til mín. En við getum kannski sagt að ég sækist ekkert eftir að svona fara með henni í bíó eða vera á gafli hjá henni öll kvöld og svona, en ég leyfi þessu öll að koma. En ættirðu að gera það? Sækist eftir að vera meira en á gafli? Mér finnst þetta góð pæling. Ok, það sem mér finnst núna er að þá er ég ekki að láta flæða. Þá er ég að gera í staðinn fyrir að vera. Sem sagt að leyfa öllu að flæða til mín. Nema ég sé kannski í því hlutverki eins og ég nefndi þarna í fyrsta þættinum að ég var í hundleiðilegur í augum einhvers, að þá var ég kannski í því hlutverki að bögga hann, sko. Og ég held alltaf að það sé best að leyfa bara að flæða. Þú veist, því meira sem að okkur tekst, og það er einmitt það sem að kemur í veg fyrir spiritual bypass, að það er bara að vera. Leyfa öllu að koma sem kemur og sýna svona ákveðið æðruleysi. Já, það er. En hvernig myndirðu segja, sko, eða hvenær þú getur lýst þessum punkti ef þú manst eftir þar að segja, þegar rauninu hættir að, þú veist, eins og við höfum bæði gert, skilur við, gefist upp á krefjandi samskiptum við þá fólk sem okkur fannst eitthvað nátt krefjandi, skilur við. Hvenær manstu eftir þessu punkti þú hættir að forðast? Eða hvort það var þá eitthvað sérstakt sem var til þess? Manstu eftir því? Já, þú varst viðstödd það líka. Nú, en skemmtilegt, já. Það er eins og við séum bara alltaf eitthvað að stúdera. Já, við erum nú búin að vera saman á þroskaferðalagi í dálítinn tíma. Já, spennandi. Sko, ég var því marki brenndur talsvert fram yfir hálfa öld að forðast leiðinlegt fólk. Og svo... Þú segir leiðinlegt, skilgreindu. Já, afsakið, sko, fólk sem að hefur þannig áhrif á mínar tilfinningar að mér líður bara illa. En
Myndir það segja sem að þú upplifir það kannski með erfiða orku eins og það með slæma orku? En sko... Er það það? En sko, svo það sko, þetta svo flókin umræða. Já, mjög. Að af því að við höfum svo oft rætt að við erum bæði svo meðvituð að orka bara orka bara hlutur. Þannig að það svona kannski réttar að tala um tilfinningar að einstaklingur sem að vekur upp hjá mér vanlíðan, það í taugunum bara, taugarnar fara bara alveg á yfirsnúning og ég bara svitna og bara, bara pirraður. Það fólk sem að svona, ég forðaðist samskipti við. Þú varst einmitt að segja mér að þú var í talsverðum samskiptum við einstaklinga sem að svona höfðu svona áhrif á taugakerfið mitt og ég hafði svona skynjað í kringum mig að ég var ekki einn það að þeir hefðu þessi áhrif en svo það sé sagt að þá þetta yndislegt fólk og það á ekki gjalda, þá á enginn að gjalda þess að fara illa með taugakerfið mitt því að það ekkert góðum mælikvarði á eðli eins eða neins. En sjáðu líka, þetta svona, og ég ekkert endilega að tala um þetta dæmi af þér, en þetta eins mikið spiritual bypass og hægt Ég veit það. Við triggerumst. Og þá segjum við, og skellum við skuldina ábyrgðina yfir hina. Ég veit það. Og við svo erfiða orku. Ég veit það. Það gerist ekki meira bypass. Nei, ég veit það. Við setjum ábyrgðina yfir á hina. Svo vonda orku. Ég veit það. Þetta svo rétt. Sko, svo ég komin á að kjarnanum að þá varst þú að segja mig frá þessu, ég sagði hvernig geturðu umgengist þessa einstaklinga? Og þá sagði þú að mér finnst það ekkert mál og svo ræddum við þetta og þá varst þú komin að þessu leyti lengra í þroska heldur en ég og þú beinlinnis bara opnaðir augu mín fyrir þessu að ég ætti ekki að raunverulega hugsa svona fólk og ég get alveg sagt ef ég svona tala svona út frá því sem ríkjandi hugsun hjá mér í dag að þá enginn sem að orsakar vanlíðan hjá mér alltaf. Yfirleitt það þannig að sko ég get umborið alla og þó að svona þó að það pirri mig aðeins þá það allt í lagi. Þó ég finni aðeins fyrir svona að fólk sé ekki kannski að lyfta mér í gleði vímu upp í hæstu hæðir að þá það allt í lagi og það allt í lagi að finna fyrir pirring þegar hann ekki að stjórna mér. Af því að það þannig að ég sem sagt forðast ekki fólkið. Ef ég þarf að vera í samskipti við það, þá ég í samskipti við það og það allt í lagi og og það tel ég að sé bara nokkuð stór sigur af því að það alveg rétt sko með því að útiloka fólk og hafna fólki, það rosalega mikil spiritual bypass. Já. Og sérstaklega ef við setjum þetta svolítið djúpt upp að hafna fólki þegar við setjum það í samhengi við einingavitundina, við erum öll saman. Alveg rétt. Hafna sjálfum sér. Það náttúrulega mjög vitulegt, eða þannig. Alls ekki. Nei. Það ekki mikil viska í því fólki, þetta svona til upplýsingar ef að fólk hefur ekki uppgötvað nú þegar með því að horfa aðeins á mig að þá hafa nú mínar athafnir ekki verið uppbundnar af visku til þessa og verða það örugglega ekki út þetta líf en sem betur fer svona með árunum og með öllum þessum mistökum og klúðri og bypassum að þá svona aðeins kannski þroskast maður fram á við. Sem betur fer. Já. Þetta það heilmikið tilunnið, sko. Já. Engin spurning. Já, þetta nefnilega, þetta mjög áhugavert, það ég segja, sko. Já, þetta það. Og líka, ég held að það sé mjög mikilvægt að vera meðvitaður þetta. Það það.
hvenær maður að bypassa. Já. Hvað svo þetta var íslenskunni? Framhjáhlaup eða hjáleið? Já, sko. En það ekki nógu lýsandi, finnst mér. Nei, það nefnilega sko. Það bara. Ágætt ef að einhver af ykkur sem eru að hlusta á hafið hugmynd eitthvað betra íslenskt heiti, en við höfum ekki fundið það og það eru örugglega einhverjir mánuðir síðan að við byrjuðum að ræða þetta að þú fannst þetta hjá Edgar Tolle ef ég man rétt, eða hvort það hafi verið einhvers staðar annars staðar. En þú allavega benti mér fyrst á þetta orð. Já, það var ekki einhver svona frægur eins og Edgar Tolle, en já, það var grein þarna, mástu, sem við fórum að lesa. Já. Það fór í þvílíkt að spá. Já, alveg rétt, já. Og svona finna alls konar dæmi hjá sjálfur mér. Já, ég líka. Það sem hafi verið að gera þetta gegnum árið, alveg að fullu, sko. Já. Þannig að ég er svo ánægð að ég fann þessa grein. Já. Já, ég man að þú sendir mér hana, já. Svo eftir það, ég búin að vera, sko, að rekast á þetta víða, sko. Já. Núna. Við erum nefnilega búin að vera að ræða þetta í einhverja mánuði, sko. Já. Og það svolítið rætt þetta á svona erlendum andlegum svona síðum. Já. Og sko, það nefnilega svo rosalega mikilvægt að forðast ekkert vegna þess að það þarf ekkert að óttast. Nei. Ekki forðast eins og óttan, sko. Nei, af því annars ertu bara aukan. Alveg rétt, já. Það nefnilega þetta, sko, sem að ég þekki og ég veit að þú þekkir og það þekkja þetta örugglega allir. Já. Að upplifa svona tilfinningar sem að eru svona, já, þykja ekkert voðalega skynsamlega svona almennt og byrja að dæma sig, tala sig niður og allt þetta. Sko, við erum ekkert svo þroskuð eða gáfuð þegar upp staðið, ekki svona andlega. Og það mikilvægt að hafa það í huga vegna þess að það slæmur staður að vera á að upplifa sig vitran og það ákveðin spiritual bypass líka vegna þess að við erum öll eitt og það sama, við erum sama orkan og og við erum öll raunverulega að spegla hvert annað. Sem sagt að sá sem að sá sem að hefur galla, hann að hjálpa öðrum að sjá kostina sína og sá sem hefur kostina að hann hjálpar þeim sem hefur gallana kannski aðeins að gera sig skárri og sníða til brestina. Þannig að það svo fáránlegt að tala að einhver sé vítrari heldur en annar. Við erum hérna á 3D og við værum ekkert við tölum nú einhvern tímann að þetta var kannski hugtök sem ekki allir þekktu, en það sem sagt að 3D svona jarnesk vitund, mennska vitundin, svona heilin, svona efnisvitundin. 5D svona kannski hugtök sem notað yfir andlega vitund. Sko, við komum hingað á jörðina til þess að vera mennskar verur. Einmitt. Og það þriðja vitinn einmitt þetta, þú veist, læra sjálfur. Alveg, já, einmitt, já. Í allir sinni mynd, sko. Já. Og það allavega, segi ég, og ég veit að þú samþykkir það vegna þess að svona, svo ég upplýsi nú smá leyndarmál að þá var ég með samferða Hrafnkötlu á þessu spiritual bypassi og hún var nú ekki skemmtilega manneskja í heimi. Við segjum allt við hvort annað. Og ég hef oft sagt það við þig, þú veist að það var bara þannig að, sko, þú veist, ég var að reyna að finna eitthvað mennst við hana, þú veist, það var bara sko, hvað séu þetta nú svolítið erfitt, nei. Og þá bara satt ég bara, en sko, þú veist, finnst þér þetta ekki svolítið þreytandi? Nei. Ég var alltaf að reyna að finna eitthvað mennst við hana
það bara var ekki til. Já, já. Já, þú veist, sko, málið er. Akkurat. Ég glemdi dálítið bara svona líkamsvitundinni, sko. Já. Þú veist. Ég man eftir þessu, þetta var bara. Ég var bara, og var alltaf einhvern veginn bara, ég var bara að gíra mig upp, dálítið bara svona, já, svo lengra og lengra frá henni, sko. Einhvern veginn, svo, því það var svo æðislegt að vera, þú veist. Já. Já. Handan alls, sem maður segir. Og þetta sem ég sagði ég meina það væri allt í lagi, sko, þetta allt í lagi að upplifa eininguna svona sterkt og þetta og hana án andstæðna, en þú veist, þegar maður þar, eingöngu, þegar maður komin upp á, þú veist, herrisviðin og maður búin að umbreytast úr jarðlífinu, þá þetta bara góð lagi. En við erum náttúrulega ekki, ég ekki komin hérna til að vera þar. Ég komin hingað til að vera hér. Alveg. En samt muna eftir meðvitundinni hvernig það þar. Já. Þetta svolítið svona bara, þú veist, ef maður setur þetta, þú veist, ok, ég komin hingað, en ég alltaf að reyna að vera þar. Já. En hérna erum við dálítið að finna þennan balans að vera svona sameinað. Já. Það nefnilega málið, sko, að og mín skoðun, og við höfum svolítið rætt þetta, allavega það mín upplifun og Hrafnkatla líka, því að bara þakki fyrir að hafa ekki hittar á þessu tímabili. Og þakki fyrir. Fleiri hittu með en þig. Það hittu með nú fleiri en þú. Þannig að margir kannast kannski við þetta. Já, en ég veit ekki hvað. Kannski varst þú svona næmur á þetta, sko. Já, en bussið þau jú, hún var náttúrulega ekkert, þú veist, hún var ekki einangruð og hleypti bara mér að sér, þannig að svo, það sé ekki, það fari ekki út í loftið sem eitthvað misskilningur. En að því þú hefur líka svo góða heildarmynd, sko, af ferlinu, þannig séð. Já. Og margt búið að gera þess að stundum tíma. Já. Þá sér þetta svo skýrt, sko, í baksýnisspeglinum. Í baksýnisspeglinum, já. Já, kíkjum aðeins, skoðum, lærum aðeins, ekki og lengi samt þarna, í baksýnisspeglinum, bara áfram. Já. Já. Sko, mín upplifun að það versti spiritual bypassin að vera eins og ég var að fíflast með þetta í upphafi, vera bara með hugan, hand og góðs og ills og vera bara svona hátt uppi og hátíðni vera og svona, af því að það passar svo illa við jörðina. Þú veist, það bara það þolir maður enginn vegna þess að við viljum alltaf, þú veist, hafa svona speglun og það séu svona allir á svona svipuðu leveli, sko, það, og líka að þá tekur maður ekki inn hennar þroska sem við ætlum okkur að taka inn. Af því að það náttúrulega geta það allir sem að hafa einhverja andlega tengingar eða bara allir, þú veist, stillt hugan bara á eitthvað 5D eða 12D eða hvað sem þú heitir, en þetta bara ekki staðurinn fyrir það, sko, þú veist. Nei, akkurat. Þetta bara svipað eins og að fara til Frakklands og tala bara íslensku, það skilur maður enginn. Þú veist, maður verður auðvitað að fara til Frakklands og læra frönsku. Og sama það ef við komum hingað til jarðar, þá verðum við að læra jarðneska síðu til einhverjum þá. Annars skilur okkur enginn og við skiljum engan og það ekkert voðalega skemmtilegt líf. Ég svo oft búinn að vera í þessum pakka að skilja engan og enginn skilur mig og bara, einmitt. Já. Bara klára þau verkefni sem fyrir okkur lagt. Yes. Þú var að bæta einhverju við? Eitthvað? Og ég geta náttúrulega að tala endalaust en teipið hérna, þannig að það taumald á mig. Já, það stutt í teipið, sko. Já, en, heyrið hvað, ég þarf að passa mig. Að, sko, en þið megið ekki taka það þannig, Hrafnkatli ekkert grimmur. Nei. Og ég ekki grimmur við hana. Sko, við gætum tala miklu lengur vegna þess að
En við þurfum þess ekki vegna þess að ég held að við höfum komið öllu að sem við vildum koma að. Ég held að, ég svei með það. Og bara eins og við sögðum síðast að endilega kommentiði á þættina og segir eitthvað skoðun og ef það eitthvað sem að þið getur komið með sem að upplýsir okkur, þá endilega að gera það. En meðan að við höfum ekkert mikið meira að segja, að þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir áheyrnina og verið sæl og blessuð. Já, takk. Já, takk fyrir. Bless.